Einu sinni var Bánsi, drengur og faðir hans sem sátu í strætisvagni. Bánsin hét Emma. Hún var gulgrá á lit í rauðum buxum. Hún var með hárnutt á höfðinu til þess að eyrun dytti ekki af. Þau losnuðu nefnilega svo auðveldlega því að þau voru orðin svo gömul. Emma var reyndar allgömul. Einu sinni hafði hún verið kafloðin, en það var langt síðan. Emma var búin að steingleyma hvernig það var. Emma satt í fangi drengsins. Hann hét Anton. Hann var líka nokkuð gamall. Það fannst honum að minnsta kosti sjálfum. Anton satt í fangi föður síns. Og öll sátu þau í strætisvagni númer 12 og voru á leiðinni til Herberts frænda Antons. Anton átti að gista þar. Þess vegna var Emma með. Hún var alltaf með þegar það átti að gista einhver staðar. Anton satt og hugsaði. Hann velti fyrir sér hvort hann ætti að verða of gamall til að sitja með Bánsa í fanginu. Hann hefði ef til vill átt að setja Emmu í poka. Hinum megin við gangbrautina satt stelpa. Hún var ekki með neitt Bánsa með sér. Antoni sýndist hún líta Emmu hornauga. Æ, hvers vegna hafði hann ekki sett Emmu í poka? Anton vildi ekki að telpan horfi lengur á Emmu, svo hann tróð Emmu niður á milli pappa og konunnar sem sat við hliðina á honum í sætinu þegar telpan leit í aðra átt. Og síðan fór hann að blístra. Anton hafði aldrei áður kunnað að blístra. Þess vegna var hann alveg undrandi þegar hann gat það. Undrandi og glaður. Telpan hinum megin við gangi kunni áreiðanlega ekki að blístra. Anton blístraði og blístraði. Hann gleymdi Emmu gjörsamlega. Þegar konan sem sat við hliðina á þeim stóð á fætur og fór út úr vagninu, datt Emma á gólfið. En Anton tók ekki eftir því. Hann bara blístraði og blístraði. Og hann blístraði enn þegar hann og faðir hans fóru úr vagninu. En Emma satt eftir á gólfinu í vagninum sem var númer 12. Hún hafði aldrei áður ekið ein í strætó. Hún var heldur ekki með neitt miða. Hvernig skildi þetta fara? Hún satt þarna og vonaði að Anton kæmi aftur og sækti sig. Hún beið og beið, en ekki kom Anton. Hann var að sýna Herbert frænda sínu hvernig þetta fara af því að blístra. Í staðinn fyrir Anton kom hundur skríðandi undir sæti til Emmu. Hann þefaði af Emmu og sleikti hana svo hún blotnaði öll. Þetta var ógeðslegur hundur. Áður en hann fór út úr vagninum tók hann Emmu í kjaftinn. Hann var alltaf vanur að bera sprek og greinar og nú lét hann svo sem Emma væri óvenju fyrirferðarmikið sprek sem hann hefði fundið. Emma sparkaði og sló frá sér með töskunni. En hann sinnti því engu. Hann sleppti henni ekki fyrir hann hafi fundið staur sem einhver hafi pissað upp við. Síðan gleymdi hann henni. Því lengra í burtu stóð staur sem einhver hafi pissað ennþá meira upp við. Emma satt ein eftir á gangstéttinni með stórt gat á buxunum. Nú vissi hún ekki hvað hún ætti til bragðs að taka. Ætti hún eftir vill að reyna að ganga til frændans Antons? En það var því skelfilega langt þangað. Annar fóturum var farin að losna upp á síðkastið. Hann gat reynda dottið af hvenær sem var. Það var sennilega best að halda kyrru fyrir. Æ, bara að Anton kæmi og fyndi hana. En Anton kom ekki. Hann satt og borðaði pylsur hjá Herbert frænda sínum sem núna var líka búin að læra að blístra. En í staðinn kom smábarn af mömmu sinni og barni var í beisli. Mamman var að flýta sér því að þau ætli í strætónum í 12 hina leiðina. Hún sá Emmu ekki, en barninu lá ekki eins mikið á. Það sá Emmu undir eins. Þetta var fallegt lítið barn. Það tróð hendina á Emmu upp í sig og kleipi nefið á henni.
Emma lokaði augunum. Þetta var alveg eins og þegar Anton var lítill. En svo kom mamma barnsins auga á Emmu. Það var svona mamma sem hélt að hundar hefðu pissað á allt saman sem maður fann. Æ, hvað þetta er andstyggilegt, hrópaði hún. Þú getur fengið bakteríur í þig. Svo henti hún Emmu langt aftur í vagnin og reyndi að þurrka barninu munnin með gamla vasaklútum sínum. Barnið neyddist þess að bíta hana til þess að fá hana til að hætta. En nú var Emma aftur orðin ein. Hún sat í vagninum númer 12 og velti því fyrir sér hvernig allt myndi ganga. Ætli ég sit ekki hér þangað til Anton kemur og sækir mig, hugsar hún. Æ, ég vona að hann komi bráðum. En hann gerði það ekki. Hann var í feluleik með Herbert frænda sínum. Hann hafði ennþá ekki tekið eftir því að Emma var horfin. Síðan kom roskinn maður og settist við hliðina á Emmu. Æ, þetta er bánsi sem hefur gleymst, hugsaði hann leið og hann sá hana. Ég læt vagnstjóran fá hann leið og ég fer. Svo tók hann Emmu í fangið. Þetta var gamall og vænn maður. En þegar hann fór út úr vagninum, gleymdi hann að skila Emmu. Og það þó hún gargaði og klóraði, skildu mig eftir, þá tók hann ekki eftir neinu. Ekki fyrir vagnin var farin. Þá var allt seinan. Þá setti gamli maðurinn Emmu varlega niður á bekkin við stöðina þar sem vagnin nam staðar. Hann setti brjóstsykur í töskuna til þess að friða samviskuna og síðan fór hann heim. En Emma satt eftir. Hún velti því fyrir sér hvort Anton myndi nokkur tíma finna hana og hvort það yrði langt þangað til hann kæmi. Hún beið og beið, en Anton kom ekki. Hann var í kottaslag við Herbert frænda sinn. Það gerði hann alltaf þegar hann átti að gista. Herbert kastaði líka kottum. En nú komu 2 strákar og settust á bekkin þar sem Emma satt. Þeir vildu gjarnan fara með vagninu númer 12 en áttu ekki nóg fyrir farinu. Þeir áttu nóg fyrir 1 miða en ekki 2. Í sama augnabliki vissu þeir hvað þeir átt að gera. Þegar vagnin númer 12 nam staðar kom 1 stór strákur upp í vagnin sem borgaði fyrir 1 miða og annar lítill með bánsa, en hann var einmitt svo lítill að þurfti engan miða. En leið og litli strákurinn var sestur, vildi hann verða stór á ný. Þá vildi hann ekki lengur druslast með gamlan bánsa, því hugsa sér að það væri nú stelpur í vagninum. Hann sleppti Emmu á augabragði. Emma datt. Hún datt beint niður í poka sem stóð á gólfinu. Pokinn var fullur af títiberjum. Æ, það fóru títiber á buxurnar hennar Emmu. Hvað skildi nú eiga sér stað, hugsaði hún. En konan sem hafði týnt títiberinn tók ekki eftir neinu. Ekki fyrir nú fór út úr vagnin, þá rifnaði títiberjapokinn. Fyrst hrundi öll títiberinn út og síðan Emma. Konan æpti. Fyrst æpti hún þar því hún hélt að Emma veri einhver skrítin skepna sem hún hefði komið með úr títuberjaskóginum. Síðan æpti hún vegna þess að öll títuberin voru dottin úr pokanum. Sem betur fer var hún með óvenjulega stóra húfu sem hér uppi öll títuberin komust í. En það var ekki pláss fyrir Emmu. Hún var skilin eftir á gangstéttinni. Nú langaði Emmu ekki til neins nema gráta. Hvenar ætli Anton kæmi? Kærði hans ekki lengur hana? En Anton langaði líka gráta, því að nú lá Herbert með bánsan sinn í rúminu, en Emmans Antons, hvar var hún? Emma satt og beið á gangstéttinni. Þá kom telpa með bánsan sinn í fanginu.
Hann hét Björn Gústaf og hann var með húfu og í gulri peysu. Emmu fannst þetta vera fallegur bánsi og Birni Gústaf fannst Emma falleg, sérstaklega eyrun á henni. Eyrun höfðu dottið á honum fyrir mörgum árum. Telpunni fannst Emma líka falleg. Hún hafði séð hana áður. Í fanginu á dreng í vagninum númer 12. Hún skildi undir eins að nú yrði Emma að komast í leitinnar í hvínandi hvelli því að bráðum væri komin nótt og þá erfitt og einmannalegt að vera bánsalaus. Það var áreiðanlega öruggast að komast til skila hjá vagnstjóranum í strætisvagni númer 12. Og þetta var í 4. skipti sem Emma fór í strætó þennan sama dag. Hún var með miða í töskunni og á miðanum var heimilisfang Björns Gústafs. Hún ætlaði að skrifa bréf þegar hún kæmi heim. Hún hafði lofað Birni Gústaf því. Ef hún kæmist þá heim. Æ, bara að Anton kæmi nú einhver tíma. Og þá var það þannig. Einmitt þá vildi hann koma. Hann vildi ekki vera stundinni lengur hjá Herbert og bánsans. Hann kom á seinustu stundu og stökk upp í vagn númer 12 þar sem Emma sat og beið. Ó, Emma, Emma, hrópaði hann, að hugsa sér að þú skulle hafa setið hér allan tíman og beðið eftir mér. Þá hló Emma. En nú sátu þau enn á ný í strætisvagni númer 12 öll sömul. Anton satt í fangi föður síns og Emma satt í fangi Antons. Anton var sofnaður. Emma var ekki alveg sofnuð. Hún var að hugsa hvað Anton myndi segja þegar hann tæki eftir því að það væri títubur á buxunum hennar. Síðan hugsaði hún Gústaf Björn. Þegar hún kemi heim ætlaði hún að biðja Anton að hjálpa sér að skrifa bréf. Þá átti hann að fá brjóssykurinn sem hún hafði fengið. Þá féll allt í ljúfa löð, hugsaði hún, og svo sofnaði hún líka.